Komiði sæl og blessuð. Vindum okkur beint ofan í það hvernig við náum fullkomnum tökum á þessum stundum dularfullu sagnatíðum í ensku. Í þessari yfirferð tökum við fyrir 5. kennslustund úr efnin okkar, þar sem við rýnum í aðgerðir sem eiga sér stað í nákvæmlega þessari andrá. Sko, ensk málfræði getur oft virst eins og algjör frumskógur, en leiðum að brýtur hana niður í rökréttar einingar, þá verður þetta að hreinu og beinu kerfi sem ótrúlega þægilegt að vinna með. Það er nákvæmlega það sem við gerum hér. Við ætlum að skoða hvernig enska tungumálið tekst á að við augnablikið núna í sjálf. Hugsum aðeins út í þetta til að byrja með. Hvað er eiginlega að gerast á nákvæmlega þessari stundu, allt í kringum okkur? Heimurinn er ju alltaf á iði. Bílar eru að keyra framhjá, klukkan er að tifa, fólk er að spjalla og tölvur eru að fullu að vinna úr upplýsingum og að læra tungumál snýst náttúrulega ekki bara að stafa sig í gegnum orð á blaði, það snýst að fanga raunveruleikann. Þegar maður fylgist með þessum rauntíma aðgerðum þá verður alveg skýrt að við þurfum mjög sérstakt og hárnákvært verkfæri í málfræðinni til að geta komið þessu almennilega í orð. Við þurfum sem sagt aðferðina til að frysta tíman og lýsa honum á meðan hann bókstaflega líður hjá. Og þetta beinir sjónum okkar beitt að kjarnanum, rökfræði nútsins. Sjáu til, tungumál í þaun bara rökrekt kerfi, ekki einhver handahófskend ringulreið á reglum. Til þess að ná raunverulegum tökum á enskunni verðum við að átta okkur á þessari rökfræði. Þetta snýst allt að einangra beina, miði liðalása upplifun. Rökfræðin hér segir okkur að við þurfum að tengja eitthvað gamalt og þekkt við nýtt tól til að skapa merkingu sem að algjörlega 100% við þessa einustu sekundu sem við verum í akkurat núna. Ok, hér erum við komin að lykilatriðinu. Skilgreiningin sem við erum að vinna með hér er aðgerð sem á sér stað á nákvæmlega þessari stundu. Það er algjörlega lífsnauðsynlegt að skilja þetta frá því sem efni fór yfir í 4. kennslustund, sem snerist venjur. Venjur eru hluti sem gerast, þið vitið, reglulega, að vakna á morgnana, brusta tennur, mæti vinnu. En núna, hér erum við bara að horfa á stundina. Þessi sagnatíð er frátekin alfarið og án undantekninga fyrir það sem í fullum gangi akkurat núna. Að halda þessu tvennu aðskildu í huganum er algjör hornsteina því að hljóma eðlilega þegar talað er. Stundum minnir tungumálið svolítið á vísindi. Kíkjum á vélbúnaðinn á bakvið þetta og hvernig svona ræntímasetningar eru skrúfaðar saman. Af því að rétt eins og í stærðfræði þá bókstaflega til formúla fyrir þessu. Ef maður fylgir formúlunni skref fyrir skref þá klikkar útkoman aldrei. Það tekur alla óvissu í burtu sem gefur manni síðan sjálfströstið til að tala án þess að hika eða eifast sjálfan sig. Það ótrúlega skemmtilegt hvað þetta svipar mikið til stærðfræði jöfnu. Tökum þetta í sundur. Fyrst erum við með persónu, sem sagt þann eða þá sem framkvæmir aðgerðina. Síðan mæta hjálparorðin úr 1. kennslustundum, am, is eða ar. Þeir virka svolítið eins og límið í setningunni. Og svo rúsínan í pilsuendanum, aðgerðin sjálf, sögnin, sem fær þennan sérstaka hala, ing. Þessi litli inghali algjörlega ómissandi, eða réttara sagt án hans hrynur formúlam einfaldlega. Þegar áherslan lögð á að púsla saman hjálparorðinu og inghalanum, þá gerast töfranir. Persóna plus hjálparsögn plus aðgerð með ing. Þetta bókstaflega vélin sem keyrir áfram nútíðina á ensku. Tökum nokkur hraðskreiða dæmi til að sjá vélinni í gangi. I am reading a book. She is sleeping. They are playing. Finniði taktinn hérna. Formúlan slær ekki feilbúst. I personan, am límið okkar og reading aðgerðin með halanum fræga. Þetta skapar svo lífandi blæ. Maður sér beinlínis fyrir sér aðilann með bókina, konuna fastasvefni og krakkana að leika sér á þessu nákvæma sekundubróti. Það akkurat þetta sem umbreytir kyrrstærum orðum í kvikmynd í huganum. Svo verum komin með fínustu tök á því að fullyrða hvað að gerast. En heyrður, lífið nú ekki bara ein stór jákvæð fullyrðing, það? Hvað gerum við þegar við þurfum að útskýra hvað ekki að gerast? Eða þegar við þurfum hreinlega að spyrja út í hlutina? Þetta kallar á aðri byggingareiningu. Næst í þessari yfirferð ætlum að skoða hvernig setningarnar breyta lögun, nánast eins og leir þegar við viljum segja nei eða bera upp spurningu. Kíkjum á þennan samanburð, hann frábær. Venjulega setningin okkar she is sleeping. En sjáið rökfræðina þegar við búum til neitun, hún svo hrein og bein. Það eina sem gerist að orðið not fær að detta inn nákvæmlega á eftir hjálparorðinu. Svona, she is not sleeping. Ekkert mál, ekki þarf að endurraða allri setningunni og inghalinn helst alveg óbreyttur. Þetta eina litla orð, snilldarlega staðsett eftir hjálparsögninni, snýr öllu við og afgreiðir málið á stundinni. Og hvað svo ef við viljum spyrja? Þá kemur önnur snemtilegum breyting. Grunnurinn you are sleeping.
En til að spyrja þurfum við smá líkamlega hreyfingu inn í sjálfuru setningunni. Hjálpa sögnin sem R tekur hreinlega stokk og lendir alveg fremst. Are you sleeping? Með þessari einföldu tilfærslu breytum við tóninum á einu augabragði. Úr því að vera yfirlýsing yfir í rannsókn á raunveruleikanum akkurat núna. Til að negla þetta endanlega niður, tökum annað dæmi úr efninu. Venjulegt, it is raining. Gerum þetta spurningu, við vítum núna hvernig rökfræðin virkar, hjálparorði is hoppar einfallega fram fyrir persónuna og við fáum, is it raining outside? Endurtekningin jú móðir alls náms, ekki sagt? Að sjá þetta mynstur aftur og aftur forritar heilan til að gera þetta ósjálfrátt. Svo formúlan verður partur af innsænu en ekki stærðfræðidæmi sem þarf alltaf að reikna út. Ok, við erum komin að hápunkti þessara yfirferðar. Þetta atriði sem ræður úrslitum það hvort máli hljómar náttúrulega. Stóri munurinn. Það má bókstaflega aldrei rugla saman reglunum almennar venjur og svo þessum rauntímaaðgerðum. Þetta nákvæmlega þröskuldurinn þar sem flestir steypa sér þegar þeir læra ensku. Að finna hjarta sér, hvenær af að nota hvort formið, það munurinn á því að bjarga sér og því að tala málið af algjöröryggi. Sjáuð bara hvernig efninu stilt upp hérna til samanburðar. Þetta svo skýrt. Úr 4. kennslustundin venjur, I drank coffee. Almenn þvítæk fullyrðing. Einstaklingurinn hefur þann vana að drekka kaffi dagstaglega. En svo, úr 5. kennslustundin, núnaið, I am drinking coffee. Þetta þýðir ekkert annað en að viðkomandi heldur á boltanum með kaffið í munninum á þessari nákvæmu sekundu. Munurinn sláandi og algerlega nauðsynlegur til að miðla nákvæmlega því sem verið að meina. Svo, til að slaufa þessari yfirferð á efninu tilvalið að kasta fram smá áskorun. Tökum þetta hugræna lekan með okkur út í daginn. Þegar setið á kaffihúsi, fylgst með umferðinni eða bara horft á samstarfsfólkið, pröfið að greina það sem fyrir augu ber. Verið að horfa á djúpstæða venu eða eitthvað að gerast einmitt nákvæmlega núna. Með því að leika sér að þessari pælingu verður málfræðina lifandi gleraugum sem hjálpa okkur að skilja heiminn svo miklu betur. Takk fyrir að fylgjast með. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.